Ég ætli sér ekki fara rétt að byrja á næstu þáttaröð að vestan. Ég veit ekki hvort að þið hafi saknað mínu en ég er búin að sakna ykkar töluvert. Í þessum fyrsta þætti ætlum við að byrja á að hitta hann Þorgrím í Grundarfirði og kíkja á hvað hann er að barátúsa. Förum svo í Sauðafell í Dölunum og skoðum ný uppgert hús. Endum hérna á Akranesi og hittum fyrir hressa krakka í uppsetningu á Ronju Ræningjadóttur. Gjörið þið svo vel. Nei, flottur steinn. Ég held að fá orð eigi betur við Þorgrím Kolbeinsson, eiganda Lavaland, en orðið 1000 þjala smiður. Jú, og kannski dugnaðarforkur. Hann telur reyndar sinn helsta kost vera leti, því þannig finni hann oft út skilvirkari leiðir í framleiðslunni. Við tókum hús á kappanum og fengum að vita hvað hann er að fást við. Ég er að framleiða staðbundna minigripi og skartgripi, helst. Og þetta er staður þar sem að rusl verður að list, reyna að endurnýta timbur og fleiri hluti. Ég er að gera verðlaunabikara, skilti, segla, glös, skartgripi. Lavaland er jú bara einn maður, eða ekki? Þorgrímur. Já. Hver er bakgrunnurinn? Hver er listamaðurinn, Þorgrímur? Það sé ekki bara í genunum eða eitthvað. Ég veit ekki, ég hef allan ekki farið í skóla. Ég hef farið eitt silfurnámskeið og þar kviknaði áhuginn. Svo var það bara 2011 þegar ég flytt hingað og ákvað ég að taka þetta bara með mér. Og halda þessu áfram, búa eitthvað til. Og byrja að smíða úr silfuri þá. Þú ert fæddur uppalinn hérna? Fór svo í burt í smá tíma? Já, kem aftur 2011 og kaupið þá þetta hús hérna sem við erum inn í. Byrjaði þá að smíða úr silfri áfram, eða held áfram að smíða úr silfri og svo bara þróast hlutinni þannig að svo kaupið ég trillu, félaði með pabba mínum og gamall trébátur 78, módel 20 hestafla búk og skýran snöggur. Þetta var hægtfærasti báturinn hérna á Breiðafirði held ég. En það var búið að gera hann upp og setja nýja vél, það er allt nýtt nema held ég kompásinn og sálinn. Það var síðan bara að vinna mín yfir sumarið, næstu sumur og rauninni hef ég notað allan pening frá sjómennskunni í að kaupa hluti hérna og græja sig upp. Þetta er ekkert ódýrt. Hvað þarf svona eitt meðalvegstæði að eiga í tækjum fyrir utan hugvit? Sko það er þetta að gera rosalega margt, bara eins og í silfri, bara með einni sög, þjöl og gasi til að kveikja saman. Þá getur þú gert bara, ef þú ert að handsmíða þá getur þú gert bara nánast allt og bara með smá handverkarum. En ef þú ætlar að gera eitthvað meira, heldur en að vera handsmíða og framleiða eitthvað, þetta er svona munurinn eiginlega bara að kaupa bara eina veiðistöng eða fara síðan þá bara alveg í útgerð og kaupa þá annarkvort. Ég segi ekki að ég sé komið togara en kannski þessi trillu og hún er í útgerð allt árið þá. Þessi hálsmenn sem þú gerir og þetta er algjörlega þín smíði, þú veist, hvaðan kemur hugmyndin að eins og þessu og steypur þetta þá í mót eða hvernig er vinnslan á? Já, þá er ég búinn að búa til, ég get nú sýnt ykkur síðan aðeins yfir ferli hérna, að þá teikna ég hlutin fyrst upp og smíða einn módelgrip, frumgrip og pússa hann allan til, tek síðan mót af honum og svo dæli ég vaxi inn í þetta, sprauta vaxi inn í sílikonmótið og svo opna ég það og þá er ég komið með þennan hlut í vax. Síðan er því raðað á, kallað tré
og þá hver hlutur ein grein á trénu, þá einn stofn og svo koma greinar hérna með fullt af skartgripum, svo sett mót yfir, eða rör yfir það og hellt svona gifsblöndu, þetta samt ekki gifs. Síðan vaxið brætt innan úr og síðan bráðnu silfur hellt inn í. Þetta hljómar voða einfalt þegar maður segir það svona, en þetta tekur viku. Eins og hérna, þá erum við bráðið hraun hérna af nesinu sem í miðjunni hérna. Það aðferð hérna sem að Sigmundur, afi minn, fann upp á að bræða hraunið í svona perlur. Þú hefur ekki bara viljað panta inn pappaöskjur undir þetta á netinu eða svona? Sko, öskjur eru dýrar. Það ætlar að kaupa bara pappaöskju í Íslandi og brjóta hana saman, kaupa fílt og kaupa svamp og líma fílti og svampinn og brjóta sína öskjuna saman. Bara svoleiðis askja kostar ósambrotin einhver 70 krónur eða 40-70 krónur og ef maður er að kaupa þetta utan þá er þetta nokkur 100 krónur hver askja en ég vil mínar og þannig að það sem ég er að vinna í múrara þetta er bara svona á hliðinni sko, eða þess til hliðar þetta sko, þetta er ekki fullt starf hérna. Já, þú ert að múra atvinnu svona. Já, og þá fór ég það að gera öskjur úr steypu. Er eitthvað sem hefur svona meiri merkingu en annað eða eitthvað skemmtileg saga á bakvið eða eitthvað svoleiðis? Það eru margar sögur sko, til dæmis fyrir 2 árum þá byrjuðum við að gera verðlaunabikara. Ég og pabbi minn pröfum að bjóða í eitt hestamót í Mosfellsbænum og einu svona hestamóti þá voru þetta 170 og eitthvað eða 180 bikarar sko á einu móti. Þannig að við pröfum að bjóða í þetta og aldrei smíða einn verðlaunabikar á ævinni. Við fengum þetta. Og þá höfðum við einhverja 10 daga til að klára þessa 170-80 bikara. Ég fekk hérna kjarnaborvél lánaði hjá félaga mínum Hólmari og við byrjuðum að bora hraun. Það þurfti bara hannan og búa það til 100 og eitthvað stykki, 170-80 stykki. Við ákváðum að gera svona úr hrauni eitthvað aðeins öðruvísi heldur en einhverja dollu. Þá kjarnaborum við hraun og síðan þurftum við að saga hérna sikkur hliðinni, þetta var sílinder. Og út af ég átti fullt af leðri, þá ég var að gera leðurarmbönd og þá skárum út leður og grófum í það og límdum á. Það var ég, systir mín, Hulda og pabbi hérna í bara 24/7 í sko 10 daga, bara allan sólarhringinn. Svolítið þreyttan eftir þetta sko, það var ekki mikil, sko, tímakaupið var ekki hátt eftir þetta en þetta allan að svona kom hann á stað í þessu og síðan hef ég verið að gera nota fræsinni mitt til að hérna búa síðan til mót þá maður er að steypa og steypu í vinnunni og þá þetta er nú ekki kláraðir munir hérna en eins og hérna og þá fræsti ég þetta bara út úr timbri og síðan kemur harðvega platti hérna eða plexi eða hvað sem menn vilja. Svo því bara stungið í hérna og límt. Og svo þetta að hafa áferðinu náttúrulega hvernig sem er. Ég get lita steypunni eða sprauta þetta. Þetta er svona aðeins önnur nálgun á seglabransan og raunin bara allt sem ég er að gera. Þegar ég vil gera þetta hérna heima á Íslandi og þetta eru harðvega seglar úr beiki, ösp og hérna hlyn og þetta framleiði hérna í leysinum, grefi í þetta og sker út. Það er að gera ýmislegt í þessu. Þú er ekki gert tattoo, ég get ekki fara með hendina undir að Það er allan örugglega ekki mjög þægilegt sko. Hittar það nú ekki heldur að það. Hvað er í augsýn? Þú ert með einhverjar meiri hugmyndir, breiðara vöru úrval sem er nú nóg fyrir. Það er bara raunin að koma þessum ákveðnum vörum bara í sem flesta búði núna. Það eru seglar, það eru leðurarmbönd og skartgripir, svona helst sko, núna og tölur líka. Mér datt til dæmis aldrei í huga að ég myndi fara að gera tölur í loppisum. Það er eitthvað sem bara er að ganga. Þetta eru Íslendingar að kaupa prjónaða ömmu, prjónaða mömmu, prjónaða ást. Svo hef ég líka verið að gera tölur þar sem ég er að merkja bara þá nöfn eins og sérstætt á börnunum. Þetta er að gera mamma. Ég sker bara niður, ég spreyja á bylgjupappa
og sker hann út í leysinum, gerir götin og gerir þetta bara þunnt tré, afgangar frá þeim við hliðina á trésmiðjunni og síðan mamma svo elskulega að sauma þetta í fyrir mig því að ég hef ekki þolinmæði í það. Hvað er þetta? Þetta hvalsborðar herðatré sem ég var búinn að gera skartgripi sem hvalsborður og eitthvað svona og búinn að hugsa þetta í 2 ára eða eitthvað og svo fór ég heim og náði herðatré, prenta út stóran hvalsborð og þetta er bara alveg eins í laginu. Þetta er mitt svar fyrir hrafninum, sko. Bærinn Sauðafell í Dalasýslu er landnámsjörð, minnst er á bæinn í Sturlungu og einnig var bærinn sögusvið atburða á siðaskiptatímanum. Þó núverandi ábúendur, bændurnir Berglind og Finnbogi, séu friðelskandi og rólegt fólk, gengur ennþá mikið á bænum. Síðustu ár hafa þau gert upp gamla bæinn, sem nú er fullbúið og afskaplega notalegt gistihús. Hvernig leit þetta allt saman út þegar þið byrjuðu? Það er ekki erfitt að lýsa því orðum, það er meira myndir sem segja það, en þetta var forskalað timburhús og það er búið að bara taka allt í gegn í því. Það eina sem er eftir af gamla húsin eru svona 60–70% af burðarvirkjum í veggjónum. Hvað er þetta gamalt hús? Hvernig er það byggt? Sennilegast 1897. Hver byggði það og hvers vegna? Bjarnason sýslumaður byggði það, ég er nú ekki komst að hvers vegna en væntanlega vilja það fallegt hús hérna. Og hann var sýslumaður Dalamanna og þingmaður og ýmislegt fleira. Svo kemur þín ætt inn, þú ert þriðji ættliður? Já, þriðji ættliður. Langafi minn og langaði að kaupa húsið 1918. Að kaupa jörðina Sauðafell og bara flytjast hérna frá Svínhóli. Það er hérna búskap og fullt af stóra fjölskyldu. Varst þú ekki fæddur hérna, efri hæðinni? Jú, það er mér sagt. En þið hjónin hefur búið í húsi hérna bara við hliðina? Þið hefur ekki búið hér, óluðu ekki upp ykkar börn hérna? Nei, við byggum í Búðardal fyrir nokkrum ára síðan. Já. Og keyptum jörðina 2005. Já, og komum hingað 2005. Þá flytjum við hingað að Sauðafelli. Og þá er búið að byggja húsi hérna við hliðina og þetta orðið gamalt og slitið? Það er byggt 69. Já. Þannig ég er 5 ára gamall, ég flyt og þessu og svo yfir í það. Og hvað verður svo til þess að þið leggist í þessar miklu framkvæmdir? Bara lítið að gera, eitthvað? Eða greindarskortur, eitthvað segja. Kannski greindarskortur. Töpuðu ykkur veðmáli eða hvað var það? Nei, maður getur rétt ímyndað sér að þetta er því líka þrekvirkið, að fara úr því sem það var orðið og yfir í það sem það er núna, maður. Það vissi nú upphafið að þetta væri langhlaup að gera það, en það var nú svona fyrst byrjaði í að varvita að skemmtist ekki meira. Við hefum fengið áklitta aðstoð og ráðleggingar frá húsafriðunarnefnd í því. Og þá verandi forstöðumaður Nikulás Úlfar, hann svona ýttu þessi í gang. Lentuðu ekki í einhverju tjóni hérna líka? Jú, það er svona 2 ár síðan, tæp. Tæp 2015, 14. mars. Þá var búið að vera undirbúið að skipta glugga í húsinu og svo leysi vinnupallar hérna. Já, þá voruð þið byrjuð aðeins? Já, vinnupallar kringum húsið og húsið krossið að gletta utan, búið að taka gamla járnið af og svo leiðis. Þá kemur bara veðrið og tekur þakkið af heilagi og þá var ég í loðnuvertis á Akranesi og maður gæti svo sem ekkert gert þann daginn. Nei. En það var nú samt komið þakka á það á 7. degi eftir. Ok. Það fauk á laugardegi og svo kláruðum við að setja járnið á 1. degi. Í það mynd sem að sólmyrkvið var hér að ríða yfir. Þið hefði ekki verið í ferðamanna brasanum eitthvað sem að... Húsið þurfti hlutverk og það... Já, það er nú eiginlega fyrst ákveðið að gera það upp og svo þegar við sáum fram á það að þetta myndi hafast. Við gætum kannski látið ferðamennina borga þetta, það þurfa að láta rollurna gera það því að það gera það aldrei. Og var bara tekið svo stefna fyrir 2 árum að setja fullt í það. Já, og þeir eru nýbyrjuð á bókin? Já, við byrjum mánaðamótin nóvember-desember og fórum á Booking og Airbnb
og þannig að það er verið að tínast inn. Finnst þér að vera að upplifa, þið upplifa staðinn í gegnum ferðamennina sem koma? Finnið þið það eitthvað svona að sjá bæinn með þeirra augum eða staðinn? Ekki kannski endilega staðinn og bæinn, bara landið okkar held ég, veist. Maður ætti kannski að fara oftar út á kvöldin þegar norðurljósin eru, veist. Hvað sérðu oft norðurljósin? Maður bara, ég veit ekki, maður hættur að fara út. Já, og keyrir bara áfram góður síðu, maður veit eitthvað. Þau eru alltaf verið þarna Veist, og allir fossarnir, sko, maður ekki að fylgjast með þessu. En maður samt man eftir, sko, og rifjast upp, sko, maður lærði stjórnundar þessi gamla, maður labbaði hérna út í fjós, 200 metra gafla með kannski afa. Hann var að kenna manni á sjöstjörnunar og fjósakonum á þetta dót. Þegar var svona ekki eins mikið ljósagangur og núna kannski svona. Og maður svona sér það núna, þetta er ekki sjálfgefið að sjá þetta, sko. Ég sá svo fellið ljóð upp í glugga hérna á það. Það er eitthvað að þínum langamæði? Já, þau eru eftir Margréti Pálmadóttir sem var langamma mín. Fædd á Svalbarða og var húsfreyja hér, Svínóli og síðan á Sauðafelli. Og það var gefin út ljóðabók eftir hana nú í síðastliðnu ári. Eitt af barnabörn hennar sá að við vandað, barnabörn hennar sá að gera. Og þetta við settum í glugga hérna upp í svona 2 heilræðavísur frá henni. Nemendur í leiklistaklúbbi Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi setja upp metnaðarfullt leikverk á hverju ári, nú síðustu ár undir leikstjórn Hallgríms Ólafssonar leikara og Skagamanns. Í ár var það Ronja Ræningjadóttir sem varð fyrir valinu. Okkur lék forvitni á að vita, af hverju gera þau svona? Ronja Ræningjadóttir, hún er glöð! Hvað eru þið að bauka hér? Hér? Við erum í Bíóhöllin á Akranesi og erum að búa til leikrit sem heitir Ronja Ræningjadóttir. Og Fjölbrautaskóli Vesturlands er að setja það upp og ég er að hjálpa þeim við það. Er það leiklistadeild þar? Já, leiklistaklúbburinn er að gera þetta. Og þetta er 4. skiptið sem ég leikstýrði við það. Sem blessuðu börnum. Hvað ertu með stóran hóp? Hvað erum við mörg? 15? Það verður enginn talið nokkuð tíma. Nei, þetta eru örugglega kannski 20 krakkar sem koma að þessu, heldur það. Hvað leys? Ronja Ræningjadóttir, af hverju var hún fyrir valinu? Ég man það bara ekki, sko. Þetta var ákveðið einhvern tímann á haustdögum, sko. Það var svona áhugi fyrir að gera barnaleikrit. Við höfum gert svona unglingasöngleiki og gerðum farsa í fyrra og svona. Svo komið tími til þess að gera kannski eitthvað svona barnvænna. Og þá var þetta bara eitt af verkefnunum sem þóttu spennandi og þau horfðu á myndina og reynda þekktu ekki þessa sögu, sko. Í alvöru? Þessi mynd einhvern veginn týndist. Þessi kynslóð? Já, þessi kynslóð mistaði þessari mynd einhvern veginn. Ég sá hana sem krakki, sko, mér fannst hún frábær. Þetta er svona barnaútgáfan af Rómeó og Júlíu, svolítið. Já, það er rétt. Þetta er svolítið þannig, sko. Svona krakkarnir sem að verða bestu vinir úr sikkur ættinni sem að talast ekki við, sko. Það sem ég man best eftir í Ronju er af hverju gerir hún? Já, rassálfarnir. Já. Ertu með þá hérna? Ég er með þá hérna. Hvað er það besta og það versta við að setja upp svona leikrit með svona úlingum? Er óhætt að kalla menntaskólakrakka, fjölbrautaskólakrakka úlinga? Já, þetta er óttalegir úlingar, sko. Nei, sko, besta við það er kannski... Besta við það er að maður fær svona flashback frá því maður var sjálfur á þessum aldri og þetta minnir mann á, sko, því að skóli er yfir höfuð óbúslega leiðilegt fyrir bæri, sko, allavega í mínu tilviki, að þetta minnir mann á að það var stundum gaman í skólanum. Það er að segja þegar það var að búa eitthvað svona til og svona, skilurðu. Þú hefur náttúrulega blómstrað í skapandi greinum. Já, ég gat ekkert í öðru. Og var rekinn úr Fjölbrautaskóla Vesturlands á sínum tíma. Nú? Já, og Viljum við vita af hverju það var? Já, ég mætti mig aldrei í skólann, sko. Nema bara á böll og svona. Og ég held ég hef verið rekinn með 248 fjarvistarstig. Ok, ekki nema. Það er bara... En ég var duglegur, ég mætti á alltaf nemendafélagsfundi, leikritinn og alla tónleikana og svona, böllin og svona. Skipulagði það allt, sko. Löngu eftir ég hætti skólanum, þá var ég samt í tónlistarklúbbnum og
En þá kannski áskorunarnar. Hvaða áskoranir hefurðu þegar þú ert með svona hóp ungmenna? Í svona markmið sem ég hef sett mér undanfarið með því, fjórða skipti held ég sem ég geri, markmið er að þau eigi góða minningu. Skilu að þau geta hugsað leitið tilbaka eftir 20-30 ár og bara, já, þetta var ógeðslega gaman. Það er svona pínu markmið, finnst mér. Útkoman er ekki endilega markmiðið, sko. Nei, heldur. Af því að það skiptir, mér finnst það skipta minnsta máli, sko. Þetta er bara að fá að gera þetta. Fá að gera eitthvað sem þeim langar að gera og eitthvað skapandi og En skila þessi þá ekki einmitt á sviði þegar þeir eru að njóta sig? Algjörlega. Af því að ég nenni ekkert að hafa eitthvað sem nennir að gera þetta, sko. Hvernig að taka sér svona burðarhlutverk í sýningu? Það mjög krefjandi, en mér finnst alltaf ógeðslega skemmtilegt. Alveg bara, ég veit ekki, ég geti í rauninni ekkert sagt neitt slæmt um þetta. Þetta bara ógeðslega gaman að taka þessu svona stórt hlutverk. Hefurðu verið að leika á þau? Já, ég hef tekið þátt í seinustu 2 sýningum sem FFA hefur sett upp og svo bara í grunnskóla, bara svona. Hvað er það sem að leikurinn gerir fyrir þig? Ég veit ekki, ég fæ bara eitthvað svona útrás og bara, ég veit ekki, mér líður bara vel upp á sviði. Hvað finnst þér skemmtilegast við svona uppsetningu? Ég held að það sé frumsýningin, sko, og örgulega partíin bara, ef ég verð að segja svo. Hvernig finnst þér Halli sem svona leikstjóri? Mér finnst hann æði, sko. Hann er svolítið harður stundum, eða svona, en ótrúlega gaman að vinna með hann. Heldur að svona sýningar lifi með ungmennum hafa einhver áhrif á þeirra námsframvindu samanber þig til dæmis? Já, sko, ég er á þeirri skoðun að skóla á að vera skemmtilegur og ég er alveg á því að svona ferli kenni þér alveg jafn mikið og starffræði 203, skilur, jafnvel meira. Og það var alltaf sagt um mig, sko, ef maður lenti ekki að læra á svona, þú veist, eins og bara algebra og hvað þetta heitir allt saman, að þú veist, þú átt eftir að nota þetta, það er rugl, sko. Ég hef aldrei notað þetta, sko. Hefur aldrei verið að tvítifra? Nei, aldrei tvítifrað, sko, á ævinni, sko. Og ég veit ekki ennþá að mínus og mínus, hvort það verði plús eða mínus, sko. En það er, þú veist, ég kann samt alveg að eiga börn og, skilur, og mæti vinnu og borða popp og svona, sko. Það hefur aldrei einhvern veginn. Þú veist. Búið til börn og borða popp. Já, einmitt, þetta helsta í lífinu. Nei, skilur þú veist, ég held að þetta er alveg jafn merkilegt, þetta er alveg jafn, þú veist, þetta á alveg að vega jafnt, þetta á bara ekki að vera eitthvað svona, við höfum að fara með þetta meira inn í námið. Og þau náttúrulega þurfa að læra miklu meira heldur en bara línutnar sínar, þurfa að læra samstarf og... Já, bara vera saman og allt það og bera virðingu fyrir hvort öðru og hlusta og allt það, sko. Hver smíðar leikverkið? Það er hún Sara, þetta meira sviðsmyndina? Sviðsmyndina. Það er hún Sara Blöndal, leikmyndateiknari sem býr hérna á Akranesi og hún hannar leikmynd og búninga og mjög þægilegt að vera með svona atvinnumannesku í því, sko. Að ég er afleitur smiður sjálfur og fæ aldrei hugmyndir af neinu svona lúkki, sko. Þannig að það er mjög þægilegt. En svo er þetta svona smíðadeild í skólanum, sko, sem að kemur að hjálpa henni og negla og eitthvað svona, saga og þetta helsta. Samsvarar þér eitthvað í Ronju? Já, mjög. Þú veist, þegar ég var yngri þá einhvern veginn, ég veit ekki, amma mín og afi hafa sagt að ég er bara Ronja, sko. Þegar ég sagði þeim að ég hafi fengið hlutverkið, þá sagði ég bara, já, það er ekkert skrítið, þú ert líka bara Ronja. Horfðu þér á þessa mynd þegar þú varst yngri? Já, mjög mikið. Áttu þér uppáhalds atriði? Nei, í rauninni ekki. Ég held að það sé bara, kannski þegar þeir eru hoppandi yfir helvítisskjana hana og Birkir dettur og eitthvað. Það er svona fyrsta mómentið sem maður sér, þú veist, að þau verði vinir eða svona. Halli hélt að þín kynslóð hefði mist svolítið af Ronju, þú veist, að margir hérna hefði ekki séð verkið áður en að þið byrjuðu. Já, við tókum einmitt eftir því þegar við erum 3 formenn hérna og við ákveðum að við spurðum alla bara, hey, þú veist, hverjir eru búin að sjá myndina og þá eru alveg
alveg ótrúlega margir sem hafði ekki séð hann, sko, þannig að við mitt redduðum myndinni og horfðum á hann upp í skóla. Hlakkaði til að frumsýna? Já, mjög. Alveg bara spenningurinn sko rosalegur. Hvenær á að frumsýna? Við erum að frumsýna laugardaginn 11. mars. Okay. Og já, og svo verður þetta sýnt, það alltaf ákveðnar svona fyrirfram svona 7 sýningar og svo bætist við ef aðsóknin verður mikil, en undanfarin ár hefur verið mjög góð aðsókn. Þannig að ég á alveg vonað þetta, það kannski 10-15 sýningar. Við verðum að láta þessu lokið hérna frá Akranesi í kvöld. Við sjáum ykkur eftir viku klukkan 8 næsta mánudag. Ronja røverdatter, røverkongens datter, hvor hun? Ja, hvor hun? Ude midt i skoven synger hun med fuglene for.